ætlum að kíkja á nokkur dæmi innilokaða menn í tefldum skákum. Ég hef valið skákir frá þekktum meisturum til að sýna ykkur dæmi þetta. Við ætlum að byrja á líklega þekktasta dæminu innilokaðan mann bara í skáksögunni hreinlega. Við erum með fyrstu einvígiskák Boris Spassky og Bobby Fischer frá árinu 1972, einvígi sem var teflt á Íslandi. Fischer sem að stýrði svörtu mönnunum í þessari skák var rísandi stjarna í skákheiminum á þessum tíma. Og í fyrstu einvígiskákinni þá biðu menn spenntir eftir að sjá hvernig færi á milli þessara tveggja meistara, en skákin í sjálfu sér olli mönnum vonbrigðum, það er hægt að segja það, vegna þess að byrjunin var frekar róleg, það skiptist upp á mönnum og við erum með þessa stöðu fyrir framan okkur hér eftir 27. leik Fischers, biskup á D8. Það er ekkert að gerast. Spassky lék hérna riddari C4 og það eru uppskipti á enninu mannunum og hér áttu flestir vonaði að meistararnir myndu bara semja jafntefli. Spassky lagði smá gildru fyrir Fischer, lék B5 og hér öllum óvörum og drap Fischer peðið H2. Og áhorfendur hrukku við vegna þess að það töldu allir að ef að biskupinn tæki þetta peð, það myndi hann lokast inni. Spassky lék leiknum sem allir byggust við, G3, og hvert á biskupinn núna að fara. Vegna þess að ef að biskupinn fer hérna niður á G1 og hóta peðinu, þá rölti bara hvíti kóngurinn af stað og næri biskupinn. Fischer lék H5 og hugmyndin með þeim leik er auðvitað að bjarga biskupnum út með H4. Spassky lék kóngur E2 og þá kom H4 og núna kóngur F3 og Fischer lék núna kóngur E7, þá kom kóngur G2 og biskupinn er fallinn. Fischer fékk reynda 2 peð fyrir hann og barðist vel í endatöflinu, þetta var ekki alveg ljóst eftir þetta, en Spassky vann á endanum. Eftir skákina þá fóru menn að velta fyrir sér hvað það hefði verið sem að Fischer misti af og flestir töldu að það hefði verið í þessari stöðu hér þegar að Fischer lék kóngur E7 sem hann hefði kannski upphaflega ætlað að leika H3, en síðan of seint að það strandar á kóngur G4, biskup G1, kóngur drepur og biskup drepur og nú virðist biskupinn vera að sleppa út, en Spassky hefði getað leikið biskup D2 og valdar þá alla flóttareitina og eftir kóngur G2 þá fellur biskupinn á F2. Þannig að þetta er svona þekktasta dæmið innilokaðan mann úr tefldum skákum og með þess að stundu kallað Fischer gildran þegar að biskup drepur svona kantpeð og lokast inni með peðinu sem er við hliðina. Kíkjum á næsta dæmi og þá erum við með þessi stöðu hér. Og þessi staða hér er úr skák þeirra Boris Gelfand sem var með hvítt og Gata Kamsky sem hafði svart. Og í síðasta leik þá lék hvítur hérna biskup G5, hótaði svörtu drottningunni sem fór á E8. Ég held að þessi staða sé svona í hálfgerðu jafnvægi, hvítur kannski með aðeins betra tafl ef að hvítur leikur leik eins og riddari D2 eða eitthvað svoleiðis, en eins og segja, þetta er í jafnvægi. En það sem hvítur þarf að gæta sín á í þessari stöðu er að einn af hans mönnum, sem er hvíta drottningin, hún á ekkert mjög marga reiti til að fara. Sem flestir reitirnir í kringum drottninguna eru valdaðir. Einu reitin sem hún kemst á með góðum móti er A3 og C4. En hún lítur ekkert illa út á B3 og þetta var eitthvað sem hvítur var ekkert að spá í þessari stöðu. Hvítur gætti ekki að sér og lék í þessari stöðu leik sem er mjög slæmur, sem að tekur A3 reitin af drottningunni. Hvítur lék A3, hóta riddaranum. Og væntanlega hefur hvítur bara átt að vona því að svartur myndi fara með riddarann tilbaka eða eitthvað svoleiðis. En svartur lék hérna leik sem að kemur hvítum í mikil vandræði, C4, og þetta er eitthvað sem hvítur hefur ekki séð. Og nú sjáum við eftir drottning drepur C4, þá er drottningin auðvitað búin að bjarga sér en hún er á línu hróksins og eftir biskup drepur F3, þá vinnur svartur lið. Hvað gerist eftir D drepur C4? Þá sjáum við að drottningin á enga reiti, allir reitirnir í kringum hann eru valdaðir og eftir riddari C5, þá er bara drottningin fallin. Í skákinni þá valdi Gelfand fyrri kostinn að taka með drottningu og eftir biskup drepur F3 þá drap hann tilbaka og fékk einn hrók og peð fyrir drottninguna, en það er auðvitað ekki nóg, þannig að Kamsky vann á endanum.
Hvað getum við lært af þessu? Hugsum það þegar við erum að tefla hversu marga reiti mennirnir okkar eiga. Horfum á drottninguna og hugsum, ok, drottningin mín kemst á A3, hún kemst á C4. Gæti þetta að passa mig? Gott að hafa þetta bak við eyrað, það forðar okkur frá svona vandræðum. Sjáum næst dæmi úr þessari skák hér og ég ætla að fara aðeins tilbaka. Ég ætla að fara í þessa stöðu hérna. Þetta úr skák þegar Dmitri Kokarev og Evgeni Alexeyev. Báðir þessi skákmenn mjög sterkir stórmeistarar og hvítur var að leika síðast hrókur D2. Það jafnt í liðum. Einu munurinn að svartur með tvíbeg hérna á C-línunni og þess vegna stendur hvítur aðeins betur. En ekkert merkilegt að gera. Svartur leik hérna hrókur E5. Þá kom riddari E2 og núna hrókur tilbaka á C5, riddari F4, A4 og hrókur E2 og hrókur C4 og núna riddari D3. Og það eiginlega hér sem að vandræði svart spyrja. Hvítur hótar í þessari stöðu að leika riddari E5 skák og sá leikur myndi vinna auðvitað skiptamun. Það ekki svo auðvelt fyrir svartan að bjarga þessu. Til dæmis ef hann leikur hrókur D4 sem ég heldur að sé skásti leikurinn í stöðunni fyrir svartan, þá kemur riddari E5 og vinnur peði hérna, en svartur getur barist. Svartur lék riddari D7 sem þetta valdar hennar reit, lítur mjög eðlilega út. En þá lék hvítur peðinu sinu á C3 og þá var hrókurinn á C4 enga reiti til að fara á. Allir reitinir í kringum hann eru valdaðir og það ekki auðvelt fyrir svartan að bjarga þessum hrók. Hann getur ekki nýtt peðin sín til að búa til einhverja reiti fyrir hrókinu. Það aftur á móti heldur ekkert auðvelt fyrir hvítan að hóta þessum hrók. Leið og riddarinn fer eitthvað hann að hoppa á milli og hóta hróknum, þá sleppur hann út og peðin ekki auðvelt með að hóta honum. En sjáum hvað gerist í skákinni. Svartur leik C5, hvítur leik þá kóngur E1 og þá kom B4. Þannig að svartur að gera sitt besta til hann að losa hrókin sinn. Hér leik hvítur mjög góðan leik, kóngur D2. Það hefur verið ónákvæmt að taka peð á B4, þó það sé í boði. Drepi og riddari drepur, hvítur vinnur peð, en hrókurinn sleppur út og kemst þá tilbaka og svartur getur barist áfram fyrir jafntefli. Þannig að kóngur D2, mjög góður leikur, heldur hróknum föstum á C4 og eftir C6 þá fór hvítur í uppskipt á riddarum, þvinga svartan til að drepa og eftir hrókur drepur E5 þá gafst svartur upp. Því að það engin leið að bjarga hróknum á C4 og hvítur hótar kóngur D3 og hvítur vinnur hrók. Þetta svona óvenjulegt dæmi hrók sem fastur bara út á miðju borði. Kíkjum þá næsta dæmi úr hraðskák og hér erum við með skák sem að stórmeistarinn Maksim Glukij teldi á netinu á móti óþekktum andstæðingi. Við vitum ekkert hver var með svart í þessari skák, en Glukij var með hvítt, mjög sterkur hraðskákmaður, Maksim Glukij, og ég sýni hvert að dæmi vegna þess að þetta óvenjuleg gildara sem á þessu stað og maður sem lokast inni sem að hvítur áttu bara einhvern veginn ekki vona. Allavega, Maksim Glukij lék D4 og eftir riddari F6 kom C4 og þá kom E5 og þetta byrjun sem kallast Budapestar bragð. Hvítur drepur á E5 og riddarinn fyrir hérna á E4. Annar möguleiki að fara með riddarinn á G4 til að reyna að vinna peðið. Planið á svörtum í þessari byrjun að reyna að fá sóknarfæri fyrir peðið og með bestu tapmennsku þá gengur þetta ekki fullkomlega upp en hvítur þarf auðvitað að vita hvað hann að gera hérna. Riddari F3 og þá kom mjög óvenjulegur leikur hjá svörtum sem svona grunnhugmyndin á bakvið þessa gildru. Svartur leik hérna B6 og hugmyndin með þessu leik eiginlega ekkert annað en að lokka hvítan til þess að leika mest freistandi leiknum sem tvöföld hótun á hrók og riddara. Og hvítur leik hérna drottning D5. Þetta góður leikur en hvítur þarf að vita hvernig hann á að tefla framhaldið. Svartur leik núna biskup B7 sem að kom hvítur mjög óvart. Hvítur tók hann biskup og þá riddari C6. Og svartur búinn að fórna heilu manni og peðið þokkabót bara til að loka drottninguna hérna inni. En maður getur spurt sig, drottningin lokuð inni? Hún kemst auðvitað A6. Það var leikurinn sem að hvítur lék. Besti leikurinn aftur á móti í þessari stöðu ef að hvítur kann þetta að leika þessum skrýtna leik riddari D4. Og hugmyndin þá ef að svartur fer að hóta drottningun einhvern veginn, þá getur hvítur drepið hennar riddara að hóta svartu drottningun á móti og ef svartur drepur á D4 þá sleppur drottningin út og vinnur þá mann tilbaka.
hvítur mann yfir. En Maxim Flúki lék drottning A6, svartur skákaði þá B4 og eftir biskup D2 þá kom riddari C5 og þá drottningin bara einn reit til að fara á, drottning B5, þá kom biskup drepur D2, riddari drepur og A6 og skyndilega drottningin inn í lokuð, hún enga reiti og hvítur reyndi að gefa drottninguna með að drepa riddara, það skást sem hvítur getur gert og hvítur með 2 menn fyrir drottningu en það auðvitað ekki nóg og svartur vann á endanum. Þannig að skemmtileg dæmi innilokaða drottningu. Við ætlum að enda þetta myndband á að sjá dæmi innilokaða mann í skák Garri Kasparov, fyrrverandi heimsmeistara, og Alexei Sirov. Sirov auðvitað mjög sterkur stórmeistari sem hefur verið í fremstu röð í heiminum í áratugi. Við erum með þessa stöðu hér og Sirov sem var með svart lék síðast hróknum sínum á H4. Og Kasparov sem stjórnar hvítumannunum hefur 2 riddara fyrir hrók og 2 peð en auk þess þá hann í stórsókn og riddararnir standa mjög vel, valda hérna hvorn annan og pressa á svarta kónginn og hrókurinn á 7. riddararöðinni með ýmsar hótanir. Og vandamáli fyrir svartan í þessari stöðu fyrst og fremst hrókurinn á H-línunni. Hann í varnarstöðu, hann að valda þetta peð á H7 og ef hann fer eitthvað þá það bara svartur mát. Þannig að plan hvíts í þessari stöðu að eltast við hrókinn. Þannig að Kasparov lék G3 og við sjáum vesenið sem að svartur í ef hann leikur leik eins og hrókur A4 þá kemur hrókur drepur H7, kóngur G8, hrókur G7 skák, kóngur var tilbaka og riddari F7 mát. Þannig að eftir G3 þá verður hrókurinn að halda sér á þessari H-línu og hann á bara ekkert svo marga reiti. Sjáum til dæmis ef hann fær að H6 þá gengur hann beint inn í hann gaffal hér og fellur. Þannig að hann verður að fara á H5 sem lítur ekkert illa út. Það lengi leið að hóta honum og ef hvítur hótar honum hér þá getur hann bara að fara tilbaka aftur. En Kasparov fekk mjög skemmtilega hugmynd í þessari stöðu og það var að vinna hrókinn með riddarunum. Og það ein leið til þess að hóta þessum hrók með riddarunum og það að leika riddari F7 skák. Það væri ónákvæmur leikur ef hvítur gerir þetta strax. Þá kemur kóngur G8, riddari F4 og hróknum hótað og hrókurinn á eiginlega bara einn flóttareit sem F5 en þá kemur riddari H6 með gaffli og vinnur hrókinn. En svartur getur bjargað sér með skák á E1. Kóngur F2 og núna hrókur H til H1 og hrókarnir valda hvern annan og svartur getur barist áfram. Þannig að það sem Kasparov gerði fyrst, sem mjög góð leikur hjá honum, var hann lék kóngur G2. Kemur bara kóngnum einfaldlega af fyrstu reitaröðinni. Og Sirov gætti ekki að sér, lék B4 og þá kom riddari F7 skák, kóngur G8 og núna riddari F4 og nú engin skák af fyrstu reitaröðinni til þess að koma hróknum út. Hrókurinn á enga reiti til að fara á nema F5 eins og við sáum áðan, kemur riddari H6 og hrókurinn fellur. Þannig að Sirov gafst upp. Vonandi höfðu gaman að þessum dæmum innilokaða menn í tenntum skákum og ég mæli með því að þið kíkið á næsta myndband þar sem við sjáum glæsilegt dæmi úr tenntir skák innilokaða menn. Takk fyrir áhorfið og gangi ykkur vel.